hyggjurnar, þær sem voru herleita þangað sem ég herleiti þær, segir Drottinn. Og við gleymum þessu stundum. Guð líka þarna. Hann ekki bara, og þess vegna segir hann okkur og hvetur okkur með því að segja, ég þekki fyrirætlanirnar sem ég hef í hyggju með ykkur. Ekki óttast staðinn sem þú ert á, ég veit fyrirætlanir mínar með þig. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju. Ekki óttast, haltu áfram. Ég með þér. Þetta rauninni virkilega, innilega boðskapurinn í þessu versi. Mér langar í dag að tala aðeins blóðið. Mér finnst persónulega of lítið talað blóð í dag. Blóð jú vissulega eitthvað, ef það mikið af því eitthvað staðar, þá það yfirleitt ekki rosalega snyrtilegt. En blóð Jesú Krists eitthvað sem grundvöllurinn og grunnurinn undir öllur okkar andlega húsi. Og boðskapurinn Golgata hæð og lausnarverkið. Persónuleg skoðun mín sú að kirkja Guðs, ekki þessi kirkja hér eingöngu eða einhver önnur kirkja eingöngu, heldur bara kirkja Guðs almennt, hefur hlúð að húsi sínu rosalega vel, en kannski ekki eins vel að grunnin húsins. Vegna þess að allt sem tilheyrir húsi Guðs, öll tónlistin, allt sem í kringum, það bara hlúa rosalega vel að þessu. Og við sjáum það bara í mörgum kirkjum, hvernig hlúð að þessum hlutum, og þetta stór og mikil tónlistaratriði og og bara allt gott og frábært, sko. En það skiptir engu máli hversu húsið stórt og fallegt, ef að grunnurinn stendur ekki undir því, þá hrynur það. Og grunnur hússins blóð Drottins Jesú Krists og orð Drottins, Biblían. Hún hefur ekkert mist gildi sitt. Í augum Guðs orð Guðs alveg jafn mikilvægt og stendur enn jafn stöðugt. Af hverju? Vegna þess að þetta ekki einhver bók heldur, orð Guðs það lifandi og það kröftugt og beittar að hverju tvíeggjuðu sverði. Það smýgur inn í innstu fölsni sálar og anda liðamóta og mergjar. Og það líka sérhver ritning innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti til þess að Guðs maðurinn sé albúinn og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Þetta kennir orð Drottins. Það stendur enn jafn stöðugt og það gerði í upphafi. En einhverja hluta vegna í dag í húsi Guðs almennt, þá orði Guðs alltaf sett mörk. Tímamörk, allskins mörk. Það má gefa öllu öðru tíma og rúm, sem bara allt í fína, en það má ekki koma niður á grunninum. Það má ekki gleyma grunninum. Ég líka bara að tala til mín persónulega. Það miklu meiri barátta fyrir mig í dag að dvelja í orði Guðs heldur en það var áður. Ég finn það bara sjálfur. Það ekki fyrir ekki að ég skulle henda sér þetta svona fram, en þetta bara einhvern veginn svona kom til mín hérna. En mér langar að byrja í Jeremía, 1. kafla. Mér langar til þess að tala blóð lambsins, blóð Krists. Það ekki það að það sé eitthvað annað blóð en blóð Jesú sem var úttelt á Golgata, en það samt talað það í orði Guðs á svolítið mismunandi hátt, þó þetta sé í raun og veru þegar allt kemur til alls sama blóðið, blóð Drottins. Jóhannes lærisveinn var staddur á eyjunni Patmos, sem var fangaeyja, hann var fangi, og þá opnar Drottinn himinin fyrir honum, hann opnar í rauninni eilífðina fyrir honum, og hann sér inn í eilífðina, og munið það að eilífðin tímalaus.
Hún er ekki í gær, dag eða morgun. Hún bara er. Eilífðin er bara eilífð. Og hann sér þarna inn og hann sér, sjá, og ég sá lamb sem slátrað væri. Blæðandi lamb. Hann er ekki að tala um Jesú á Golgata þá. Hann er að horfa inn í eilífðina. Hann er að horfa inn í hina eilífu áætlun Guðs föður. Og hann sér blæðandi lamb. Blóð Krists, blóð lambsins. Í rauninni á altari himinsins þangað sem Jesús seinna fór með sitt blóð. Komum inn á þá eftir. Sem sameinaðist þessu. Komum inn á þá eftir. Ég er að tala um blóð lambsins sem að Jóhannes sá inn í eilífðinni. Og hann segir í Jeremía, 1. kafla og versi 4 og 5, orð Drottins kom til mín. Áður en ég myndaði þig í móður lífi, þá útvaldi ég þig. Hann er að tala um líkamann. Áður en ég myndaði líkamaðinn í móðurkviði, í kviði móðurðinnar, þá útvaldi ég þig. Guð segir þetta ekki bara þarna, heldur við okkur öll. Áður en hann myndaði okkur í kviði móður okkar, þá útvaldi hann okkur. Okkar upphaf var ekki hér á jörðu. Sálin nær miklu lengra heldur en það. Líkam okkar var til í móðurkviði. Sálin, hún nær miklu lengra en það. Og andinn sem Guð gaf. En áður en hann myndaði líkamann, þá útvaldi hann okkur. Það var eitthvað sem hann gerði í áætlun sinni löngu áður. Svo fylgir strax á eftir og áður en þú komst af móðurkviði, þar að segja, áður en þú fæddist sem líkami, sál og andi, þá helgaði ég þig. Munið þetta orð, þá helgaði ég þig. Þetta var löngu áður en þú valdir að fylgja Jesú í lífinu. Hann helgaði þig, og ekki bara þig, heldur alla. Áður þú fæddist. Og það er bara eitt sem getur gert heilagt. Það er bara eitt sem helgar. Það segir nálega allt hreinsast með blóði. Og það segir það fæst ekki fyrirgefning nema fyrir blóð. Það er eingöngu blóð sem getur helgað frá þessum heimi til Guðs. Helgun því í rauninni aðskilnaður. Það segir í orði Guðs, þegar Davíð sagði, sjá, sekur var ég varð til. Og syndugur móðir mín fæddi mig. Það er oft talað um það að börnin séu saklaus og syndlaus þegar þau fæðast. Kannski, ég sé vissar vogaskálar í þessu. Öðrum megin vogaskálarna, já, þau hafa ekki dríkt synd. En þau koma samt í heiminn með syndugt eðli. Það er bara eitthvað sem við arfleiddum frá garðinum forðum eftir syndafallið. Og það segir um syndafallið, þannig er dauðinn og syndir runnin til allra manna. Þess vegna sagði Davíð, sjá, sekur var ég til. Og syndugur móður mín fæddi mig. Hann hafði ekki dríkt synd, en hann hafði syndugt hjarta. Það er bara eðli mannsins í dag. Og það segir, held ég Jeremía líka, hjarta mannsins er svikult, framar öllu öðru. Hver fær þekkt það? Það er ekki spurning um það hvort þú hafi dríkt mikla eða litla synd. Nei, hjarta þitt er bara svikult. Þú þarft að kenna barni að hætta að ljúga. Þú þarft að kenna barni að hætta að stela. Þú þarft ekki að kenna því að gera það. Það er bara hér. Það er kannski ekki allir sammála þessu. Þetta er bara það sem ég sé í heilagri ritningu. Og fyrir mér er ritningin heilug. Og ég trúi því sem hún segir. Ekki af því ég skil það, nei, bara af því þetta er orð Guðs. Ég skil minnst af þessu.
en ég trúi samt. Drottinn ákvað köllun okkar löngu áður en við komum hingað. Ég útvaldi þig löngu áður, segir hann, og ég helgaði þig áður en þú fæddist. Við sjáum, stökkum bara þangað, við erum ekkert að flýta okkur. Maður ætlar stundum svona að hoppa yfir ritningarstaði þegar maður heldur að maður sé alltaf að falla á einhverjum tíma. En orð Guðs, ég ætla bara að gefa þig þann tíma sem það þarf. Og það segir í annarri Mósebók, í kafla 29, við erum svolítið í 29. köflunum í dag, 29-21 í annarri Mósebók, að þar segir, þú skalt taka nokkuð af blóði því sem er á altarinu, þarna verið að tala í rauninni þegar búið að gera tjaldbúðina og þetta eru fyrirmæli Guðs til Móse hvernig skildi helga áhöldin og prestana sem skildu þjóna til tjaldbúðarinnar. Þetta verið að tala bara þig og mig, við erum kölluð í dag til að þjóna til hinnar andlegu tjaldbúðar. Það er það sem við erum að gera í dag. Og það segir, og nokkuð af smurningarolíun og stökkva því á Aron og bróðir Móse, hann var valinn sem prestur til tjaldbúðarinnar, og klæði hans og á sonu hans og klæði sona hans og ásamt honum og verður hann þá helgaður. Það var blóð sem var notað, þetta er náttúrulega löngu áður en Jesús var krossfestur, það var blóð sem var notað til þess að helga, til þess að gera heilagt. Þetta var fyrirmynd þess blóð sem seinna kom. Það er ekkert nema blóð lambsins sem getur helgað okkur. Og þegar Drottinn sagði, áður en þú fæddist af móðurlífi, þá helgaði ég þig. Það var ekki blóð Jesú, vegna þess að þú varst ekki tekin við því ennþá. Það er eitthvað sem er frjálst val hjá þér og mér að taka á móti. Það er gjöf Guðs. Það er verið að tala eitthvað annað blóð sem helgaði þig í móðurkviði. Í þessu samhengi skulum við bara hoppa aðeins í Hebreabréfi 9. kafla. Hebreabréf talar rosalega mikið sérstaklega seinni hluti, talar mikið blóð og fórnina og tengingu okkar við fórn Jesú Krists. Og það segir í 9:11, en Kristur er kominn sem æðsti prestur hinna komandi gæða. Hann gekk inn í gegnum hinna stærri og fullkomnari tjaldbúð, sem ekki er með höndum gjörð, það er að segja ekki af þessari sköpun. Ekki fór hann með blóð hafra eða kálfa, heldur með eigið blóð, inn í hið heilaga, í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífrar lausnar. Og við sjáum þetta þegar Jesús var krossfestur, hann rís upp frá dauðum og hann mætir Maríu strax eftir upprisuna, fyrsta manneskjan, og hann segir við hana, ekki snerta mig. Ég er ekki enn stigin upp til föður mín, sagði hann. Að gera hvað? Fara með blóðið sem var búið að úthella á Golgata. En hún mátti ekki snerta hann vegna þess að eðli hennar var syndugt. Það mátti ekki snerta þá fórn, til þess að vanhelga ekki fórnina. Síðan fer hann með þetta blóð og það sameinast þessu andlega, eilífa, alnálega blóði lambsins sem að Jóhannes hafði séð á altarinu á himnum og sameinast í rauninni alnáleg þess, við mættum orða það þannig. Þess vegna höfum við aðgang að því í dag, öllum þessum árum seinna, hvar sem þú ert í heiminum, hvernig sem þú ert, hvað svo sem þú hefur gert, hvað svo sem þú hefur sagt, þá hefur alltaf aðgang að þessu blóði. Svo kemur hann aftur tilbaka og þá segir hann við Tómas, þegar Tómas var vantrúaður, hann segir, snertu mig. Þá mátti snerta hann. Snertu sáramerki mín og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Við þekkjum þetta. Þetta er almættis kraftur blóðs Drottins Jesú Krists.
Þetta er grunnurinn undir húsi okkar, systkini. Þetta er það sem heldur öllu uppi. Öllu sem við leggjum svo mikla áherslu á í dag. Þetta er það sem skiptir mestu máli. Trúin er byggð á þessu, ekki öllu hinu umstanginu. Snertu sáramerki mín og vertu trúaður. Trúin byggist á því. Það segir í Sálmi 139, þú hefur hulið mig í móðurkviði. Hulið mig með hverju? Með blóði. Og þetta orð að hylja, það er svolítið gaman að skoða svona merkingu orða, fara í frumtextan og eitthvað svona, þó við gerum það ekkert alltaf og þarf þess ekkert alltaf. En það er samt mjög gaman að skoða það. Þetta þýðir að girða inni. Þetta þýðir að vernda og að varðveita. Og þetta þýðir að gera heilagt. Og það er engin hula nema blóð drottins Jesú Krists sem getur gert okkur heilug. Það segir í orði Guðs, enginn er réttlátur. Nei, ekki neinn. Ekki einn. Nema drottinn sjálfur. En við erum réttlætt fyrir blóðið. Blóðið er yfir okkur. Það er það sem réttlættir. Þess vegna sagði drottinn þegar hann talaði til Ísraels, hvernig þau átt þegar hann sagði, ég sendi dauða yfir landið þegar voru í Egyptalandi. Og þau átt að fórna lambi og setja blóð á dyrastafinn. Og þá myndi dauðinn ganga framhjá. Þetta var páska. Hugsið ykkur ef að Guð hefði sagt, og þegar ég sé hvað allir eru góðir og fullkomnir þarna inn í húsinu, þá mun dauðinn ganga framhjá. Sem betur fer sagði hann ekki það. Þannig að þá var ekkert okkar hér í dag, sko. Það var allt til einskis. En hann sagði, þegar ég sé blóðið. Ég veit alveg hversu ófullkomin þið eruð. Ég veit alveg hvers þið þurfið. En þegar ég sé blóðið, þá er það sem helgar ykkur og varveitur og verndar og ég geng framhjá. Þetta er gegnum gangandi í ritningunni alla leið. Halleluja. Hebreabréfið, 2. kafli. Hann er bara svolítið gaman að skoða í þessu samhengi vegna þess að áður við förum í 2. kafla. Það stendur í 10:14, því að með einni fórn hefur hann aldur fullkomna þá er helgaðir verða. Helguð frá móðurlífi. Með fórn Jesú Krists á Golgata fullkomnaði hann þessa helgun og fullkomnaði þá. Þess vegna gat hann sagt, það er fullkomnað. Allavega, henda þessu bara með hérna. 2. kafli og 11. vers í Hebreabréfinu segir, því að sá sem helgar og þeir sem helgaðir verða eru allir frá einum komnir. Þess vegna telur hann sér eigi vanvirðu í að kalla þá bræður. Í hjarta mannsins er alveg nóg að finna fyrir drottinn að skamma sín fyrir og finna sér vanvirðu á. Það er alveg nóg til að taka af, sko. Það er ekki eins og það sé ekki til staðar. En vegna blóðsins og vegna útvalningarinnar þá telur hann sér ekki vanvirðu því að kalla okkur bræður, þrátt fyrir að við erum eins og við erum.
Og það eitt gott amen. Mér finnst þetta nefnilega mjög gott að hugsa til þess, ekki bara til þess að hugsa bara blóðið, heldur að minna mig á að ég get ekki nálgast Guð bara með mínu eigin eðli. Ég hef aldrei getað það. En að minna mig á í orði Guðs að blóð Drottins yfir mér alveg frá fæðingu, blóð lambsins það hylur mig og helgar mig og ég get vegna blóðs Jesú Krists gengið með djörfung að hásæti náðarinnar hvar og hvenær sem er. Vitið af hverju er gott að minna okkur á það? Vegna þess að við erum svo duglega að minna okkur á það hvað við erum ómöguleg. Okkar versti dómari erum við sjálf. Sjá hvernig þú hugsaðir. Sjá hvað þú gerðir. Sjá hvernig þú ert. Þú ert búin að reyna og það gengur ekki neitt. Þú ert ómögulegur. Þú ert ómöguleg. Við eigum það til, þó við segjum þetta ekki uppátt við sjálf okkur, þá eigum við til að hugsa svona. Drottinn hugsar ekki svona. Ég man alveg hvernig ég var þegar ég frelsaðist. Snorri man það líka. Ég veit alveg hvernig ég var. Drottinn sá það líka. Allt sem hafi gengið á áður. Drottinn hafi líka séð það. Það var viss herleging fyrir mig. En þegar tíminn var inni, þá leiddi hann mig bara á þann stað og hann frelsaði mig. Ég var ekki einu sinni að leita að honum. Ekki Jesú, ég var að leita lausn. Ég vissi ekkert að Jesús var í lausnin. Snorri vissi það. Ég frelsaðist í Vestmannaeyjum í Betel þegar hann var forstöðumaður þar. Það var tekið utan um mig þar, eins og ég þurfti á að halda. Drottinn er ekki háður okkar fallna eðli, systkini. Og eftir að við frelsumst og tókum á móti blóði Jesú Krists, þá erum við samt með fallið eðli. Bara því að við erum menn. Mér langar kannski til þess að fá einhvern til þess að hjálpa mér í smá stund. Ég ætla að lesa fyrst hérna einn ritningastað. Í fyrstu Mósebók, 4. kafla. Þetta er sagan Kain og Abel. Og það segir í 4. kafla, versi 8. Þá sagði Kain við Abel bróður sinn, göngum út á akurinn, og þeir voru á akrinum, þá réðst Kain á Abel bróður sinn og hann drap hann. Þá sagði Drottinn við Kain, hvar er Abel bróður þinn? En hann mælti, það veit ég ekki, á ég að gæta bróður míns. Þetta er saga sem við höfum heyrt svo oft. Og Drottinn sagði, hvað hefur þú gjört? Heyr, blóð bróður þíns hrópar til mín af jörðinni. Þannig að blóðið hafði, ef við mættum orða það þannig, það hafði í rauninni þessa rödd sem hrópaði til Drottins. Rödd sem hrópaði út af því óréttlæti sem því var sýnt og hann hrópaði til Drottins. Það hrópaði ekki eftir miskunn, það hrópaði eftir dóm og refsingu fyrir það sem var gert. Og ef við stökkum með þetta inn í Hebreabréfið aftur, í 12. kafla og vers 18, þá segir þar, þér eruð ekki komnir til fjalls sem áverður þreifað, eða til brennandi elds og sorta myrkus ofviðris og básúnu hljóms og raustar sem talaði svo að þeir sem hana heyrðu báðust undan því að meira væri til þeirra talað. Þetta verður að vitna í þegar Drottinn gaf lögmál sitt á fjallinu forðum. Þegar Móse var með lýðnum.
Því að þeir þoldu ekki það sem fyrir var skipað. Manninum var í raun og veru aldrei ætlað að geta haldið lögmálið. Ef þeir hefðu getað það, þá hefði Jesús aldrei þurft að koma. Hann kom vegna þess að lögmál drottins hafði löngu verið brotið. Og það var aðeins blóð sem gat læknað hið brotna lögmál. En svo segir, þó að það sé ekki nema skepna sem kemur við fjallið, þá skal hún grýtt verða. Þakka þér kærlega fyrir. Svo ógurlegt var það sem fyrir augu bar að Móses sagði, ég mjög hræddur og skelfdur. Þú veist ykkur ástandi sem var á staðnum. En svo segir, nei, þér eru komnir til Síónfjalls, ekki Sínæfjalls. Heldur Síónfjalls. Það er allt annað. Og borgar Guðs lifanda hinnar himnesku Jerúsalem og til 20.000 engla, til hátíðarsamkomu og safnaðar frumgetina sem á himnum eru skráði til Guðs dómara allra og til andar réttlátra sem fullkomnir eru orðnir. Og til Jesú meðalgangara nýsáttmála og svo til blóðsins sem hreinsar og talar kröftulegar en blóð Abels. Blóð Abels sem að hrópaði til Guðs refsingu, dómur yfir þann sem að hafði gert á hlut þess. En blóð Jesú Krist talar miklu kröftur en það. Og það segir í ensku þýðingunni speaketh better things. Það talar betri hluti heldur en blóð Abels. Það talar ekki dóm og refsingu heldur miskunn, náð, fyrirgefningu, friðþægingu. Þetta er það sem að blóð Jesú talar og hrópar. Hvaða blóð? Blóðið sem er yfir þér frá fæðingu er stanslaust hrópandi til drottins fyrirgefning, miskunn, náð, friðþæging. Stanslaust, við sjáum það ekki, en það er hérna. Það er yfir okkur og það hrópar stanslaust til Guðs. Þess vegna, meiri segja þeir sem stungu drottinn, neldan á kross og stóðu fyrir framan hann, höfðu blóð lambsins yfir sér, þó þeir hefðu ekki tekið á móti blóði Jesú Krist. Það var samt frá fæðingu yfir þeim eitthvað sem hrópaði miskunn, fyrirgefðu. Og drottinn sagði, Faðir, fyrirgefðu þeim. Þeir viti ekki hvað þeir eru að gera. Þetta var ekki blóðið sem að myndi endurleysa þá og fyrirgefa syndir þeirra þannig. Það þarf iðrun til þess. Það þarf uppgjöf til þess. Það þarf endurnýjung hugarfarsins til þess. Iðrun leiðir til fyrirgefningar. Þó að þú hafir þetta blóð yfir þér ófrelsaður og hefur ekki iðrast, þá getum við ekki gengið með djörfunga náðar hásetti Guðs þannig. Langar til þess að fá einhvern hérna, bara, Þóri, maður nota þig hérna. Þú ert ekki að gera neitt, þú ert ekkert að segja, bara vera hérna, standa bara hérna. Ég ætla að lesa hérna smá lesningu, ég fer alveg að vera búinn. Þetta er nokkuð langt. Já, þakkaði fyrir það, Snorri, við höfum allan daginn. Lúkas 22, þarna er talað mann sem að mér þykir rosa væntum. Ég er reyndar að væntum alla í Biblíun, en þessi maður er svolítið sérstakan stað í mínu hjarta, ekki bara því hann heitir Pétur, eins og ég, heldur hann hafði svona vissan karakter sem að ég get tengt svolítið við stundum. Já, ég á auðveldara með, skulum við segja, að tengja við hann heldur en marga aðra. Hann svona opinberaði stundum svona hvernig hann hugsaði og hvernig karakter hann var og við getum séð okkur svolítið í honum. Og það segir í Lúkasi 22, vers 54. En þeir tóku hann, þar segja Jesú, tók hann höndum og leiddu brott og fóru með hann í hús æðsta pressins.
Þarna verið að fara og í rauninni átt að fara að taka hann af lífi sem var svo gert. Og Pétur, hann fylgdi eftir álengdar. Sem þýðir það, ég ætla að fá Þóri bara til þess að vera Jesús. Og það verið að fara með hann inn í hallargarðin og þar átt að berja hann og það sem var gert og úthella blóði hans. Og það segir að Pétur, hann fylgdi eftir álengdar sem þýðir hann var svona svolítið langt í burtu. Hann var ekki hjá honum, maðurinn sem hafði sagt, ég er reiðubúinn að ganga með þér í dauðan, ég skal gera hvað sem er, þú getur aldrei, það er aldrei að gera neitt til þess að fá mig til að yfirgefa þig. Hann hafði sagt þetta rétt áður, en þarna var eitthvað að gerast sem hann átti bara hreinlega erfitt með að vera nálægt. Það var ekki það að hann langaði það ekki. Hann elskaði Jesú. Það var bara eitthvað hérna sem að bara fékk hann til að bara geta það ekki. Svo koma til hans 3 aðilar. Þú ert ekki sá sem varst með honum? Nei, ég veit ekki hvað að tala um. Ég þekki hann ekki. Nei, svo kom annar. Jú, ég sá þig, þú varst með da. Nei, ég þekkti hann ekki. Var hann í rauninni að segja að hann þekkti ekki Jesú sjálfan? Hann vissi alveg allt þetta fólk sem var þarna hafði séð hann með honum. Nei, hann var í rauninni að segja bara nákvæmlega það sama og við segjum svo oft. Jú, hann frelsaði mig, en ég kannast ekkert við þennan pakka. Þetta er ekki það sem ég skrifaði upp á. Ég þekki ekki þennan þjáningarpakka. Ég vil ekki finna mig nálægan honum. Vegna þess að það er of erfitt fyrir mig. Þetta er ekki hluti af því sem ég hélt að það væri. Ég vissi ekki að þetta væri hluti af öllu saman. Ég vissi ekki af þessari herleiðingu. Ég vissi ekki að ég þyrfti að gangi gegnum allt sem ég hef gengið gegnum í lífinu. Ég vissi ekki að ég þyrfti að finna vanmátt minn svona oft. En þetta er samt hluti af pakkanum. Þess vegna var mér svo gott að heyra hann að reikningast á hann. Ég veit hvað ég hef í hyggju með ykkur. Fyrirætlanir til heilla, ekki til óhamingju. Þetta vissi Pétur ekki þarna. En það var eitt annað sem hann vissi ekki heldur. Hann hafði ekki hugmynd hvaða blóð það var sem var yfir honum. Sem hrópaði stöðulega til drottinn sem stóð fyrir framan hann. Hrópaði betri hluti en blóð Abels. Hrópaði fyrirgefningu, miskunn, náð, friðþægingu, stanslaust. Og það var eitthvað af þessu hrópi, ekki bara eitthvað heldur allt, þetta hróp blóðsins sem var yfir honum frá upphafi, sem að Jesús heyrir, sem verður til þess eins og segir hérna, hann leit til hans. Jesús leit til hans. Ekki til þess að dæma hann eins og blóð Abels hrópaði eftir, heldur til þess að sýna honum miskunn, til þess að fyrirgefa honum. Hann vissi hvaða fyrirætlanir hann hefði með Pétur, til heilla en ekki óhamingju. Og það var eitthvað sem gerðist í hjarta Péturs á þessari stundu. Og það segir, hann gekk út og hann grét beisklega.
Vitið það, systkini? Þetta er að gerast á hverjum einasta degi bara í okkar lífi. Þú ert með blóð yfir þér. Og ekki bara blóð lambsins frá upphafi, heldur líka blóð Jesú Krists. Og þetta er sama blóðið, ég vil endurtaka það, ég er ekki að skilja þau í sundur. Blóð Jesú sem að hrópar stanslaust til föðurins. Og þú ert undir hans miskunn og náð alla daga, hvar sem þú ert, hvað sem þú gengur í gegnum, hvort sem þú finnur fyrir honum eða ekki. Amen. Þakka fyrir þú. Í Efesubrefi, 2. kafla og versi 13. Það segir, nú þar á móti eru þér guðvana í heiminum. Nei, nú þar á móti eru þér sem eitt sinn voru fjarlægir, eins og Pétur var. Hann gekk álengdar, orðnir nálægir í Kristi fyrir blóð hans. Við þurfum ekki, þegar við göngum í gegnum þjáningapakkan, sem getur verið hvað sem er í lífinu, þá þurfum við ekki að halda okkur eitthvað álengdar, haldandi það að Drottinn vilji okkur ekki akkurat þá. Nei, vegna blóðsins erum við orðnir nálægir. Við getum verið hjá honum og gengið með djörfungar hásætir náðarinnar, hvar og hvenær sem er. Og ég ætla bara að enda með því að lesa í 1. kaflanum, í Efesubréfinu, í 3. versi. Efesubréfið 1:3. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem í Kristi hefur blessað oss með hvers konar andlegri blessun í himinhæðum. Áður en heimurinn var grundvallaður, þá hefur hann útvalið oss í Kristi til þess að við værum heilagir og lítalausir fyrir honum. Það var löngu áður en þú tókst á móti Jesú. Það var áður en að jörðin var grundvalluð. Áður en að sköpunu var gerð. Þá hafði hann sett þetta allt niður í vilja sinn. Í kærleika sínum, þá ákvað hann gerði það ekki vegna þess að hann var kærleikslaus eða miskunnarlaus, en hann gerði það í kærleika, þá ákvað hann fyrirfram að veita oss svona rétt í Jesú Kristi. Sá var vilji hans og velþóknun til vegsemdar dýrð hans og náð, sem hann lét oss í té í sínum elskaða syni. Í honum, fyrir hans blóð, eigum við endurlausnina og fyrirgefningu afbrota vora. Svo auðug er náð hans, sem hann gaf oss ríkulega með hvers konar vísdómi og skilningi, og hann kunngerði oss leyndardóm vilja síns, þá ákvörðun sem hann hafði við sjálfum sér ákveðið að framkvæma er fylling tímans kæmi. Og hver var svo ákvörðun sem hann ákvað löngu áður en að jörðin var til? Jú, hann ætlaði að safna öllu því sem er á himnum og því sem er á jörðu undir eitt höfuð í Kristi. Það er alltaf upphaflega áætlun Guðs föður með allri sköpun, með öllu sem allir gangi í gegnum, þá er alltaf loka áætlunin svo að safna öllu undir eitt höfuð í Kristi. Þess vegna var manninum aldrei ætlað að uppfylla lögmálið. Þess vegna var það brotið áður en það kom fyrir sjónir almennings. Þegar Móse kom niður af fjallinu, þá var synd í búðunum. Og þannig er það bara enn í dag. Í þessum búðum sem að hjart okkar er, að þar er lögmálsbrot. Og það er ekkert nema blóð lambsins, sonarins, Jesú Krists, sem að fær lagað og leiðrétt þetta brot lögmálsins. Í honum höfum við þá líka öðlast arfleifðina eins og oss var fyrirhugað samkvæmt fyrirætlun hans, er framkvæmir allt eftir ályktun vilja síns, til þess að við sem áður höfum sett von vora á Krist
skildum vera dýrð hans til vegsemdar. Þetta tilgangur lífsins. Ef einhver spyr þig, hver tilgangur lífsins? Lestu fyrstu 12 versin í Efesubréfinu fyrir hann. Þetta tilgangur lífsins. Að Drottinn ætlaði að safna allri sinni sköpun undir eitt höfuð í syni sínum, Kristi. Það tilgangurinn. Já, en af hverju þarf ég að ganga í gegnum þetta og af hverju eru hlutirnir svona og af hverju dó þessi þarna og af hverju gerðist þetta? Af hverju eru stríð og af hverju eru jarðskjálftar, af hverju þetta og af hverju hitt? Ég ekki hugmyndu það. En það bara svoleiðis. En ég veit það að Drottinn einhvers staðar í þessu öllu. Það ekkert sem gerist sem fer fram hjá honum. Ertu þá að segja að það að ég var alinn upp við ofbeldi, að það sé vilji Guðs? Ertu að segja að ég var misnotuð eða misnotaður sem barn, að það sé fullkomin vilji Guðs? Ertu að segja að ég var alinn upp við alkohólisma, ég var laminn og barnæska mín var bara þannig að það sé fullkomin vilji Guðs? Nei, ég ekki að segja það. En ég að segja að Drottinn megnugur að nota hvað sem Hvað sem hefur gerst, getur Drottinn á einhvern hátt notað sér til velþóknunar, sér til dýrðar og þér til framdráttar. Það ömurlegt að horfa upp á þá hluti sem eiga sér stað í heiminum. En þetta óbúslega vinsælt hjá þeim sem að tala gegn trúnni að koma með þetta sjónarhorn. Já, ok, ef að Guð svona góður, akkur þá svona mikið þjáning, skilur, maður heyrir þetta aftur og aftur. Og ég skil þetta svo vel, þetta sjónarhorn. Ég spyr mig að þessu svo oft sjálfur. En það ekki til neitt mannlegt svar við þessu. Við erum ekki kölluð til að skilja Guð. Við erum kölluð til að trúa Guð. Og trú, hún gerir bara stundum þær kröfur að þú leggir skilning þinn til hliðar. Trú og skilningur á ekkert alltaf samleið. Það bara þannig. Ég veit bara að Drottinn góður. Hvernig veit ég það? Ég hér ennþá. Það nóg fyrir mig. Takk innilega.